Velkomin öll. Það mikið ánægjuefni fyrir okkur hjá Vörðu að vera að kynna núna í dag fyrstu stóru afurð stofnunarinnar. Vörða var stofnuð núna bara vorið 2020 og okkur finnst þetta vera mikið skref og stórt skref í að bæta þekkingu á stöðu launafólks. Og í dag ætla ég að kynna þessar helstu niðurstöður könnunarinnar, en við ákváðum að fara út í þessa könnun af því að það eru auðvitað svona alvarleg teikn á lofti á vinnumarkaði. Það er mikið atvinnuleysi og það að vera atvinnulaus í dag er líklegast mjög frábrugðið því að vera atvinnulaus þegar það er ekki heimsfaraldur sem geisar. Þess vegna töldum við mikilvægt að skoða bæði fjárhagsstöðu fólks en ekki síður heilsu. Þannig að það eru útgangspunkturinn í okkar könnun. Markmiðin okkar með könnuninni voru að fá upplýsingar stöðu launafólks út frá fjárhagsstöðu og heilsu, stöðu atvinnulausra út frá fjárhagsstöðu og heilsu og svona upplýsingum atvinnuleit. Síðan vildum við skoða sérstaklega innflytjendur út frá fjárhagsstöðu, heilsu og stöðu á vinnumarkaði og ungs fólks út frá sömu þáttum. En það er svo sem ekkert að tilviljun sem við erum að velja þessa ákveðnu hópa, en tölur atvinnuleysur frá Vinnumálastofnun sýna að innflytjendur og ungt fólk er að taka þunga byrðar þegar kemur að atvinnuleysinu og þess vegna fannst okkur mjög mikilvægt að vakta sérstaklega stöðu þessara hópa. En í dag þá höfum við ekki tíma til að skoða í rauninni alla niðurstöðuna því að þetta er gríðarlega umfangsmiklar niðurstöður sem við erum með, sem að koma út í skýrslu sem verður að gera opinber núna bara eftir fundinn og aðgengilega á netinu. Heldur ætla ég núna að einblína aðeins á að teikna svona smá myndina á vinnumarkaði út frá okkar niðurstöðum og svo ætla ég að fara sérstaklega stöðu atvinnulausra. Niðurstöður könnunarinnar meðal innflytjenda verða kynntar sérstaklega á málþingi sem að Efling heldur í lok mánaðarins og verður auglýst líklegast fljótlega og þar verð ég með hálftíma erindi eingöngu stöðu innflytjenda og það veitir ekki af því að hún það er margt sem þarf að skoða þar. En þess vegna ætla ég að skilja þann hóp út undan í dag en mun fjalla hann síðar og sömulegist ungt fólk munum við fjalla betur síðar. Ég mun rétt aðeins tæpa svona helstu stóru myndinni í lok erindisins. Þessi könnun sem að við lögðum fyrir og Varða sá framkvæmd hennar alfarið að hún þetta er þýðisrannsókn sem að er ætluð öllum félögum í ASÍ og BSRB eða aðildarfélögum ASÍ og BSRB. Og þetta var rafræn könnun sem að formenn aðildarfélaganna deildu hlekk inn á og hún var opin frá 25. nóvember til 8. desember. Og það er ágætt að hafa í huga tímann sem könnunin er lögð fyrir. Því að á þessu tímum núna þá breytist mjög hratt í samfélaginu staðan bara út frá stöðu faraldursins og það er líklegast mögulega myndi svörunum vera aðeins önnur núna, það er betri stað á faraldrinum og það hefur bara áhrif á líðan fólks. Þannig ég bið ykkur að hafa það í huga. Ég ætla svo sem ekki að fara í einhverja djúpa aðferðafræði hér en það er hægt að nálgast upplýsingar það allt í skýrslunni sem að vera birt á eftir. En það voru 8.461 sem að svöruðu könnuninni sem er auðvitað mikill fjöldi og við erum afskaplega glöð með það og þá miklu aðstoð sem við fengum frá stéttarfélögunum. Það er alveg ómetanlegt að geta lagt fyrir könnun og fengið svona góða þáttöku. En þáttöku hlutfallið er 7%, en þetta er auðvitað þýðiskönnun, ekki úrtaks. Við erum að fara stutt yfir hvernig hópurinn okkar skipti sem svaraði. Við sjáum að konur eru svolítið meiri hluti þeirra sem að svara, 56%. Við erum með 15% þáttakendur sem eru undir 30 ára. Við erum með mjög góða þáttöku meðal innflytjenda. Það var hægt að svara könnuninni á íslensku, ensku og pólsku og við erum gríðarlega ánægð með að fá 16% þáttöku meðal innflytjenda. 56% voru búsett á höfuðborgarsvæðinu, 8% á Suðurnesjunum og ástæðan fyrir að við erum með Suðurnesin sérstaklega sem auðvitað annars tilheyrir landsbyggðinni
er að við vissum fyrirfram að atvinnuástandið á Suðurnesjum verra en annars staðar og þess vegna vildum við geta greint það sérstaklega. Menntunarstigi skiptist þannig að 25% eru með menntun á grunnskólastigi, 50% á framhaldsskólastigi og 26% á háskólastigi. 79% voru launafólk, það voru 10% atvinnulausir, 2% á uppsagnarfresti og síðan voru 10% með aðra stöðu á vinnumarkaði og það til dæmis öryrki, nemar, heimavinnandi og þeir sem taka lífeyrisgreiðslur. Nú ætla ég að fara yfir niðurstöðunar úr könnuninni meðal félaga ASÍ og BSRB sem eru launafólk og við ætlum rétt svona stutt að kíkja á stöðuna almennt á vinnumarkaði. Hér sjáum við að, og þetta er svona eina af þeim spurningum sem við notum til að draga fram mynd af fjárhagsstöðu fólks. Og við spurðum einfaldlega hversu auðvelt eða erfitt að ná endum saman. Og niðurstöðurnar sýna okkur að hér staðan talsvert mikið verri meðal kvenna heldur en karla. Það er 28% kvenna sem erfitt eða frekar erfitt með að ná endum saman, en 19% karla. Og auðvitað það hátt hlutfall að 24% launafólks eigi erfitt með að ná endum saman. Við spurðum líka skort á efnislegum gæðum eða efnislegan skort, en þetta eru mælingar sem Hagstofa Íslands og Hagstofa Evrópusambandsins nota til að mæla stöðu fólks og síðan og þetta eru 9 spurningar sem saman mæla efnislegan skort því að þeir sem merkja við 3 eða fleiri þessara þátta sem spurt þeir eru skilgreindir þannig að þeir búi við efnislegan skort. En síðan veitum við þessar spurningar líka mjög áhugaverðar niðurstöður og við erum að sjá að það stór hluti fólk sem getur ekki mætt óvæntum útgjöldum. Og það eru 6,1% launafólk sem búa við efnislegan skort. Í mælingum Hagstofunnar frá 2018 að þá þar hlutfallið 4%. Og þetta auðvitað eins og við sjáum á þáttunum sem við erum að mæla, þetta að geta ekki kynnt híbýli sín nægilega, hafa ekki efni á bíl, þvottavél, síma, síðan það geta ekki mætt óvæntum útgjöldum, ekki efni á sjónvarpstæki, hafa ekki efni á kjötmáltíð eða fríi árlega með fjölskyldu. Þannig að þetta ekki, þetta mjög alvarleg staða að uppfylla 3 af þessum þáttum. Það mjög alvarleg efnahagsleg staða. Við spurðum líka stöðu fólks á húsnæðismarkaði. Hér sjáum við að meiri hluti launafólks býr í eigin húsnæði eða 75% og hér nánast engin kynjamunur. Það eru örlítið fleiri karlar á almennu leigumarkaði en konur og þannig að það ekki mikill kynjamunur þarna. En síðan þegar við skoðum atvinnulausa eftir þá sjáum við með breytta mynd. Kannski fer aftur tilbaka í efnislega skortin með launafólks að hér sömu sögu að segja varðandi kynjamunin eins og áðan að staða kvenna verri á þessum mælikvörðum en karla og talsvert verri. Við spurðum andlega heilsu launafólks og notuðum til þess 9 spurningakvarða sem saman gefur mynd af andlegri heilsu fólks og hér erum við að birta þessar 9 spurningar og við erum að birta hér fólk sem að finna nánast daglega fyrir þessum einkennum sem hér koma fram. Og þetta eru auðvitað nokkuð svona alvarleg einkenni. Þetta eru erfiðleika með svefn eða erfitt með að sofna eða sofa alla nóttina og gott að hafa í huga að þetta nánast daglega. Og vera þreyta, einbeitingarleysi, lystarleysi og bara depurð og hér erum við að sjá sama mynstur og í fjárhagsstöðunni að staða kvenna mun verri en karla. 25% kvenna eru
mælast með slæma andlega heilsu og hlutfallið 17% meðan karla. Og við erum hérna að sjá að það 15% kvenna sem finna fyrir þreytu og orkuleysi, 12% fyrir svefnvandamálum. Það auðvitað líka mikilvægt að skoða líkamlega heilsufarið og hér sjáum við niðurstöðunar það og þetta skipt hérna, það konur fremst, karlar svo í miðjunni og svo hérna samtala lengst til hægri. Þetta aftur bara sjálfsmat á líkamlegri heilsu og við sjáum aftur að líkamleg heilsa kvenna verri en karla, 14% kvenna segja heilsufar sitt slæmt en 10% karla. Núna ætla ég að skipta þessum gír og fara yfir niðurstöðunar okkar meðal atvinnulausra. Og hér ætlum við að skoða stöðuna hjá atvinnulausum og bera hana saman við þá sem bera hana saman við launafólk. Eins og ég sagði áðan að þá notum við nokkra mælikvarða á fjárhagslega stöðu fólks. Hér sjáum við mjög breytta mynd frá því áðan og hér spurt hversu auðvelt eða erfitt að ná endum saman eftir atvinnustöðu. Bláu súlunar eru þeir sem eru atvinnulausir og hér sjáum við að 50% atvinnulausra eiga frekar eða erfitt með að ná endum saman. Og hér sjáum við bara hvernig þetta færist yfir. Þannig að þetta dregur upp dökka mynd. Aftur þá tökum við saman efnislegan skort og hér sjáum við að staða atvinnulausra á öllum mælingunum verri heldur en launafólks. Þarna eru 39% atvinnulausra sem geta ekki mætt óvæntum útgjöldum. Við vorum að skoða áðan, það var 19% meðal launafólks. 33% hafa ekki efni á árlegu fríi, það var 14% meðal launafólks. Og hér sjáum við líka mjög áhugaverða breytingu að það var lítill hluti launafólk sem var í vanskilum með leigu eða húsnæðislán, 5% en 14% atvinnulausra. Hér skoðum við fjölda þátta sem efnislegu skortur á eftir atvinnustöðu. Það sem sagt, þá erum við að taka þessar spurningar sem við vorum með áðan og spyrtum hlutfall þeirra sem búa við, merkja ekki við neinn af þessum spurningum, verkja við 1, 2 eða 3 eða fleiri. Og þeir sem merkja við 3 eða fleiri af þessum fullyrðingum, hún eigi við þá, að þeir búa við skilgreindan efnislegan skort. Og hér erum við að sjá að hlutfall atvinnulausra sem búa við efnislegan skort, eins og hann skilgreindur samkvæmt Hagstofu Íslands, 20%. Hlutfallið 6% hjá launafólki. Hér tekið saman niðurstöður spurningarinnar hversu oft fólk hefur tekið að lágmarki 2 vikna sumarfrí síðastliðin 5 ár. Hér sjáum við að þeir sem eru atvinnulausir hafa mun síður tekið sumarfrí í 2 vikur síðastliðin 5 ár. Og þetta áhugaverð spurning fyrir okkur að skoða og velta fyrir okkur þessum niðurstöðum vegna þess að hún ekki að mæla eingöngu ástandið eftir COVID. Það að þessi hópur sem núna atvinnulaus hafi ekki getað tekið 18% hefur farið einu sinni eða aldrei í sumarfrí, að það auðvitað tengist einhverjum fleiri þáttum heldur en eingöngu ástandinu í dag. Þannig að því að þarna getum við hort svona aðeins lengra aftur í tímann með þessari spurningu. Hér sjáum við líka gríðarlega mun á stöðuna á húsnæðismarkaði eftir atvinnustöðu.
Eins og við fórum yfir áðan þá 75% launafólks á vinnumarkaði en það 48% meðal atvinnulausra. Hér hækkar líka hlutfall þeirra sem búa annars staðar og við getum ekki fer ekki í neinn þessara flokka. Og það hækkar úr 1% upp í 2,3%. Og við sjáum að það 35% af fólki sem í atvinnuleit að það á almenna leigumarkaðinum og við þekkjum og það auðvitað margfalt búið að greina það að húsnæðiskostnaður þungur og sérstaklega meðal fólk sem á almenna leigumarkaðinum og fyrir utan auðvitað óöryggið sem því fylgir. Við sjáum hérna líka að það stærri hópur sem býr hjá ættingjum eða vinum. Hér við að skoða andlega heilsu atvinnulausra og hún verri á öllum þessum nýju spurningum sem eru notaðar til þess að mæla andlega heilsu. Og það 41% atvinnulausra mælast með slæma andlega heilsu. Það 11% sem eiga erfitt með einbendingu, 17% hefur liðið illa með sjálfa sig. Það var 6% meðal launafólks, 19% vinna fyrir þreytu og orkuleysi samanborið 12%, 22% fyrir svefnerfiðleikum, eða erfitt með að sofna eða sofa alla nóttina. 15% niðurdregin og 16% finna lítinn áhuga eða gleði við að gera hlutina. Þannig að þetta gefur mjög skýr skilaboð slæma andlega heilsu þessa hóps. Við skoðum líka líkamlegt heilsufar og hér sýnum við þær niðurstöður. Bláu súluna sýna atvinnulausa og þær grænu launafólk. Það minna hlutfall atvinnulausra sem segir líkamlega heilsu sinni vera góða og hærra hlutfall sem segir hana slæma. Það dálítið athyglisvert að skoða kynjamuninn í heilsunni. Eins og við vorum búin að fara yfir upphafi að þá líkamleg heilsa og andleg heilsa vinnandi kvenna verri heldur en vinnandi karla. Þegar við förum svo að skoða hóp atvinnulausra að þá rauninni hverfur þessi kynjamunur og þannig að karlar ná slæmri staða aldurshópsins versnar og jafn slæm hjá konum og körlum. Reyndar mældust karlar með örlítið verri andlega heilsu á spurningunum sem við fórum yfir áðan. Og það sama gerist með líkamlega heilsuna, það dregur saman með kynjunum þegar farið að skoða atvinnulausa. Við vorum með í könnuninni spurningar hvort fólk hafi þörf fyrir heilbrigðisþjónustu og hvort það hafi neitað sér heilbrigðisþjónustu. Við lentum í brottfalli samt í þessum spurningum þannig að það færri svör sem að baki þessum spurningum heldur en öðrum í könnuninni. Það 3.000 og 4.000 svör sem liggja bak við þessu í staðinn fyrir 8.500. En við höfum skoðað hópinn sem hefur svarað og við sjáum ekki að hópurinn sem svarar þessu spurningu sé öðruvísi samsettur. Þannig að við birtum þessar niðurstöður með þessum fyrirvara en við og teljum þetta gefa okkur vísbendingar. Hér erum við að skoða hvort fólk hafi neitað sér heilbrigðisþjónustu eftir atvinnustöðu og hér sjáum við að 55% atvinnulausra hafa neitað sér einhverja heilbrigðisþjónustu. Og það kannski kemur okkur ekkert á óvart og að það tannlæknaþjónustan sem þarna kemur langverst út, en við vitum auðvitað að það dýr þjónusta og það 47% atvinnulausra sem hafa neitað sér tannlæknaþjónustu.
En það líka athyglisvert að sjá að það 32% sem hafa neitað sér almenna heilbrigðisþjónustu og 30% geðheilbrigðisþjónustu. Við greindum aðeins betur hópinn sem glímir núna við atvinnuleysi og skoðum í fyrsta lagi hversu lengi fólk hefur verið út af vinnumarkaði sökum þess og hér sjáum við í okkar niðurstöðu það 14% sem fara að tilheyra hópnum sem skilgreindur sem langtíma atvinnuleysi og hefur verið atvinnulaus í meira en 1 ár eða 1 ár eða lengur. Þetta samt, eins og þið sjáið, að þá mesti þunginn í þessu hefur verið atvinnulaus í 0 til 3 mánuði eða 36 mánuði. Við spurðum líka hvort að fólk hefði áður verið atvinnulaust og það eru 43% sem hafa verið atvinnulaus áður en 57% ekki. Við vorum líka með spurningar virkni og sveigjanleika atvinnulausra og okkur langaði að kanna hversu tilbúið fólk væri að fara aftur út á vinnumarkaðinn og hvort það verið tilbúið að gera einhverjar breytingar á sínu lífi til þess að svo yrði og niðurstöðunar eru algjörlega afgerandi. Það mikill vinnuvilji, það nú stundum verið orðað þannig meðal þessa hóps. Það algjörlega augljóst, 95% kalla og 91% kvenna eru tilbúin að gera breytingar til þess að taka einhverju starfi ef að tækifæri gefst. Stærri hluti kvenna en karla tilbúin að fara í nám en 70% kvenna hafa íhugað það. Það eru helmingur kalla rúmlega sem hefur íhugað að flytjast búferla til þess að auka líkur sínir á því að fá starf og 39% kvenna. Síðan var spurt hvort að fólk hefði hafnað starfi á síðastliðinn mánuð og þar segja 95% kalla að þeir hafi ekki hafnað starfi og 97% kvenna. Og síðan var spurt hversu margir hafa leitað að starfi síðustu 2 vikur, 92% kalla og 85% kvenna. Þessa minni virkni kvenna í atvinnuleit erum við að tengja við meira ábyrgð kvenna á heimili og börnum sem gerir kannski vinnutímabreytingar og flutninga oft á tíðum erfiðari fyrir þær. Við spurðum síðan hópinn, þetta auðvitað orðið lítill hópur, en við spurðum hópinn sem svaraði að hann hefði hafnað starfið. Þá spurðum við hvers vegna. Þannig að hér ég bið ykkur afsökunar því ég með 0,3%, en þetta bara svo lítið hlutfall. En við birtum þetta bæði sem hlutfall af öllum atvinnulausum sem svara okkar könnun og sem þessum parti sem hefði hafnað starfi. Og hér sjáum við að of lág laun stærsta ástæða þess að fólk hefur hafnað starfi. En það líka vinnutími, heilsufar, það var tímavinna sem var í boði, það var tímabundið starf sem var í boði, það voru slæmar vinnuaðstöður, laun voru svipuð eða sömu og atvinnuleysisbætur ástæða sem 19,4% þeirra sem höfðu hafnað starfi gefa upp og það þá 0,7% atvinnulausra. Þannig að þetta svona áhugaverð greining út frá hvað það mikill vilji meðal hópsins til að komast aftur út á vinnumarkaðinn og við vorum líka með svona opna spurningar í könnuninni og það voru bara gríðamargir sem skrifuðu bara þeir vildu gera allt til þess að komast aftur út á vinnumarkaðinn. Ég veit, nú ég komin aðeins fram með tíman, ég ætla að vera örstutt. Mér langar bara aðeins að segja frá að því að niðurstöðum okkar varðandi innflytjendur sem verða þó kynntar sérstaklega í lok mánaðarins á málþingi Eflingar sem verður sérstaklega helgað innflytjendamálum og stöðu verkafólks á íslenskum vinnumarkaði og verður þá sett líka víðara samhengi. En það var 26% atvinnuleysi meðal þessa hóps í okkar könnun og fjárhagsleg staða innflytjenda var verri á öllum þeim mælikvörðum sem við notuðum til að meta fjárhagslega stöðu hjá okkur.
Þar með talið á húsnæðismarkaði þar sem að innflytjendur eru í mun meira mæli í leiguhúsnæði, búa frekar við efnislegan skort og eiga erfiðara með að ná endum saman. Andlegt heilsufar innflytjenda er mun verra en innfæddra og líkamlegt heilsufar þeirra er betra. Hópurinn hefur minni þörf fyrir heilbrigðisþjónustu en var líklegri til að hafa neitað sér hana. Og þessi hópur er ungur og vel menntaður og með góða líkamlega heilsu. Eða með háskólamenntun. Já. Síðan erum við líka með niðurstöður ungt fólk sem eru áhugaverðar. Það er 13% atvinnuleysi meðal unga fólksins en það var 7% almennt meðan annars. Og fjárhagsleg staða er verri hjá unga fólkinu en það var reyndar ekki kannski verri útkoma á spurninguna að það sé erfiðara að ná endum saman en þegar við skoðum spurningunum skort að þá kom hópurinn mun verr út og hann hafði miklu meira mæli fengið aðstoð frá ættingjum og vinum. Og okkur finnst það kannski einhverju leyti eðlilegt að því þetta er fólk á aldrinum 18 til 30 ára en við verðum auðvitað að velta fyrir okkur stöðu þeirra sem að hafa ekki fjársterkt bakland á bakvið sig og geta ekki leitað í það, hver staða þess hóps er. Við sáum síðan mjög alvarlega niðurstöður andlegt heilsufar ungs fólks en 47% ungra kvenna og 33% ungra karla mældust með slæma andlega heilsu og 59% ungs fólks hafði neitað sér heilbrigðisþjónustu. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra og bara þakka ykkur fyrir að sýna þessum niðurstöðum áhuga. Takk.